Jæja, Páll Melsteð og Jóhanna Jakobsdóttir, verið velkomin til minn í spjallið. Þið eruð hingað komin sem bæði foreldrar barna í íþróttafélaginu Aþenu og svo eruð þið líka reyndar í stjórn félagsins. Og það hefur gustað svolítið Aþenu, aðalega þjálfaran Brynjar Karl sem hefur mætt til mín hingað í viðtöl og ég hef verið að fjalla þessi mál sem hafa svona snúið að honum. Það er alltaf búið að gera heila skýrslu hann af embætti samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulýðsmála heitir það. Og ég ætla að fá ykkur svona til þess að segja mér aðeins svona frá hvernig þetta blasir við ykkur. En eins og ég segi, þið eru náttúrulega kannski fyrst, og þetta byrjar auðvitað á því að þið eru foreldrar barna sem að iðka hjá Brynjari Karli, eru undir hans þjálfun. Er ekki elsta dóttir ykkar búin að vera þarna í 10 ár eða? 10 ár í haust. Já. Og já, við erum með 3 börn og þau æfa öll í Aþenu, þannig að elsta dóttir okkar er núna í meistaraflokki. Já, hvað er það nær, Páll? Og hún er að detti það vera 18 ára og yngri dóttir okkar er... Hún er eina af þessum sem er búin að vera í genginu, stelpurnar sem að droppuðu medalíunum og hún byrjaði í Stjörnunni þegar að Brynjar Karl var að þjálfa þar og skipti síðan yfir í IR þegar að stór hópur stúlkna færði sig þangað og tók þátt í því að sleppa medalíunum eftir að unnu Íslandsmeistaratitil og færði síðan sig yfir í Aþenu og við komum að stofnun Aþenu fyrir 6 árum síðan. Okay, og hún vera þar síðan. Þannig að það má segja að þið séu ekki einir af þessum ósáttu foreldrum sem að hafi... Svo vaxið orða tekið. Nei, við höfum allavega enn sem komið þá erum við ennþá að fylgja þessu prógrami eftir og teljum okkur að hafa fengið mjög mikið út af því. Já. Við höfum grætt rosalega mikið á þessu sjálf. Já, og það er eins og segja, það er ekki bara elsta dóttir ykkar sem er búin að vera þarna 10 ár, heldur það miðbarnið líka, dóttir eða ekki? Miðdóttir okkar, hún er í 8. bekk núna og hún er búin að vera síðan hún var 2019, já, 8 ára. Og það var ekkert stelpuprógram á hennar aldrei, þannig hún æði með strákaflokknum og erfitt fyrir hana, en vissulega mjög gott. Og svo þegar að Aþena færði sig yfir í Austurberg sem var fyrir 3 árum síðan, þá var til svona hópurinn úr á hennar aldri sem að byggðust upp að vissuleiti í kringum hana. Hún dróð svolítið vagnum til að byrja með og það er og það er rosalega gaman að sjá uppbyggingur sem á sér staði svona í kringum það. Og þeir eru líka með eitt gutta, yngsti. Hann er 8 ára, hann er í raun og veru núna í það sem er elsti strákaflokkurinn okkar sem að svo munu bara fara upp vonandi. Okay. Og hvað, svona því að þetta snýst svo mikið persónu Brynjars og svona, þú veist, sem gerir þetta svolítið undarlegt, þetta snýst svolítið mikið karaktereinkenni og persónu Brynjars. Segið mér bara svona, af því að þið eru nú búin að þekkja hann þá í 10 ár allavega. Hvernig karakter er hann, hvernig kemur hann ykkur fyrir? Hvernig lýsið þið Brynjari Karli sem karakter og persónu? Bara rosalega heiðarlegur, ótrúlega svona traustur og svona bara einhver aðili sem þú bara veist alltaf hvar þú veist alltaf að það kemur allt frá góðum stað hjá honum. Jafnvel þó hann segi eitthvað við því sem þið langar ekkert sérstaklega að heyra, þá einhvern veginn treystur alltaf því að koma á góðum stað. Það er svona karakterin sem við þekkjum. Og þannig að hann hefur gert ótrúlega mikið fyrir okkur og ótrúlega mikið fyrir dætur okkar báðar og það eru einstaklega ólíkar. Og hann er svolítið svona maður sem að kannski lifir bara sín gildi. Þú veist, þannig að hann á svona auðvelt með að vera fyrirmynd. Hann gerir ekkert, hann ætlast ekki til neins af einhverjum öðrum sem hann geti ekki gert, sem myndi ekki gera sjálfur. En hefur ykkur lent saman einhvern tímann, eitthvað ósammála eitthvað eða? Hversu oft? Það er kannski annað sem að þú veist, karakterinn Brynjar Karl er gagnrýndur og þjálfunar aðferðirnar eru oft gagnrýndar frá einhverjum mjög furðulegum stað og það sem að heillað okkur við þjálfunar aðferðirnar ég man að ég mætti með elstu dóttur mín á æfingu
þá hún 8 ára gömul og þú veist, hún dreif ekkert á körfuna og öll þjálfun, allt feedback, öll endurgjöf, allt sem hún að fá tilbaka bara, þú ert á réttir leið, þetta tekur tíma og þú veist, þá sá maður bara að það var rosalega mikið bil og til dæmis dóttir Brynjarskals, Tanja, hún var svakalega Já. Þannig að þær tvær voru hlið í hlið, þá aldrei auðvitað já, þetta eru svona svipaðir leikmenn. En við fengum bara að vita í raun og veru, ef þú sinnir prógraminu, þá fær hún þjálfun við hæfi, hún fær áskorunir við hæfi og hún mun bara vaksa. Og þó að hún hafi ekki drifið á körfuna og svona fyrstum sinna, þá gafst hún ekki upp? Hún gafst ekki upp. Þjálfarinn gefst ekki upp, hún fær ekki nákvæmlega sömu þjálfun, en hún fær sömu athygli eins og þess sem voru bestar. Og þetta gegnum gangandi við þjálfun Brynjarskals og náttúrulega bara svona gildin í aðþenni sem að ef einhver kemur nýr, þá það ábyrgð þeim sem bestur í liðinu að hjálpa til við þjálfunum. Og hefur það komið frá Brynjari Karli að komið þessu til leiða að sá besti? Ekkert eitthvað svona óljóst að þú hefðir átt að gera það bara sagt mjög skýrt fyrir framan alla. Þannig að sá sem nýr inn, hann veit að sá sem bestur að fara að koma að hjálpa þér að komast á réttan stað. Já, en dóttir okkar eiginlega svona sönnunin á því að sumt af því sem sagt Brynjar algjörlega omvendt, Já, það bara eins og hvað? Þú veist, eins og þeirra var að tala elítvæðinguna og afrekstjálfunina og allt þetta. Hann sé bara að halda upp á þessar bestu og degra þær en drullu leiðilegu við þá sem eru lélegir eða eitthvað svoleiðis. Og hafi engan áhuga á þeim og sinni þeim ekkert og hún algjörlega sönnunin á því að það ekki það sem í gangi þarna, og ég man svo bara vel eftir því þegar að og sem kannski sumt svona sem að fólk kannski tekur illa þegar hún byrjar þá hún að æfa fimleika og við hittum hann að ná einhverju móti í fyrsta skipti og ég talaði við hann og ég hugsaði bara guð minn góður, þetta einn af þessum gæjum svona einhver þjálfari sem hugsaði ekki annað en íþróttir sem sína og eitthvað, og þetta bara einhver körfubolti því hann segir eitthvað svona, ég segi já hún mun ekki geta mætt einu sinni í viku, hún sleppir einn æfingu í vika því hún skarast í fimleikana og hann bara það allt í lagi en hún mun dragast aftur úr og mér fannst þetta bara fáránlegt að maður segja þetta þú veist, og svo náttúrulega bara gerðist það að hún náttúrulega dróst bara aftur úr og og þannig að við náttúrulega mjög fljótt eftir áramót pössuðum að æfingarnar myndi ekki skarast þannig að maður bara strax búin að segja ok, og það verður þetta leiðinlegt fattarðu, ef þú bara dregst alltaf aftur og þannig að Brynjar lagði alltaf ótrúlega mikla áherslu, það svolítið ástæðan fyrir að leggur áherslu á mætingu af því að það bara til þess að þú haldið dampi við félagana þína Akkurat. Og í gegnum árin þið hefði allavega kosið að koma síðan með yngri börnin líka og svona, þannig að þið greinilega að upplifa að þetta sé að gera börnunum eitthvað gott. Algjörlega. Og þarna einmitt, eins og Jónas sagði, það ólíkt hvað það taka út úr þessu. Þannig að eldri stelpan okkar þurftir svona meiri kannski áskorun og örfun til þess að í raun og veru vaksa aftur á móti yngri dóttur okkar eða miðdóttur okkar þú myndir líta á hann og hugsa svona já, hún svona náttúrulegur íþróttamaður hún hefur svo lítið fyrir þessu þannig að fyrir hana þá þurftu hún að vinna í allt öðrum hlutum sem eru til dæmis, hvernig á að takast á við það þegar að hlutinni gangi ekki upp fullkonunni sinni og svo framvegis að vinna með það og svona entitlement hún var svolítið meira að fannst hún bara eiga að vera góð og bara eiga að geta hlutina og eiga að fá þá niðurstöðuna hún var rosalega mikið að fókusera alltaf á niðurstöðuna Og hvernig tæklar þjálfari eins og Brynjar svoleiðis karakter? Þá náttúrulega gerir hann það svolítið með því að setja hana í aðstæður þar sem eru einu númer of stórar þannig að hún fá ekki niðurstöðuna sem hún vill og talar hana svo í gegnum það þegar hún verður pirruð og að því að hún skilur þetta náttúrulega allt
og hún hefur sjálf lýst þessu sko þegar að hún eitthvað starf inn á íþróttavellinum og það gengur eitthvað upp og þá hún fúla því að hún ekki að fá niðurstöðuna sem hún vill og finnst hún eigi að fá niðurstöðuna því hún góð. Þá hún lýst þessu sem svona 2 púkum á öxlinni og hún spyr mig, þú veist, af hverju hlusta ég á púkan sem að, ég með 2 púka, eitt sem segir, þetta allt í lagi, haltu áfram, þú reynir aftur og svo með hinn púka sem segir, aumingja þú, þetta var ekki þér að kenna og þú skalt ekki gera neitt í þessu og spyr alltaf af hverju hlusta ég alltaf á púkan sem að vorkenni mér og hún gerir þetta rosa mikið sko og ég segi, þú veist alveg af hverju þú vilt hlusta á púkan sem að vorkenni þér og þá svona eftir smástund kemur, já að þá þarf ég ekki að gera neitt ef maður alltaf hlusta á hinn púkan þá náttúrulega þarf maður að gera eitthvað í því sko. Og þetta hefur hún frá Brynjari? Þetta hefur hún frá Brynjari sko og þetta svona, en þetta orðalagi sem hún notar út frá því sem að hún heyrir á fundunum og hún búin að setja þetta í þennan búning og talar þetta sem svona púka þannig að núna þegar hún eitthvað að ströggla þá segi ég bara, ertu alltaf hlusta á rangan púka sko. Upplifðu þetta mikið sem svona, þetta ekki bara körfuboltaþjálfun, þetta svona karakter uppbygging eða? Eiginlega bara sko, við værum ekkert þarna annars. Ég meina, körfuboltin bara miðillinn til þess að vera að vinna í karakterþjálfun. Farartækið. Já. Og það bara, þú veist, við erum ekkert rosalega mikið íþróttafólk. Ég meina, ég var í íþróttum hérna í gamla daga og allt þannig. En ef maður svona pælir djúpt í því, þá eru íþróttir tilgangslausar. Já, ég að sammála því. Þú veist, ef þú bara svona, ef þú ert í sturtunum og bara pælir í því, þá bara, þetta algjörlega tilgangslaust. En þess að það er kannski eitthvað lýðheilsusjónarmið, en ég meina, við höldum okkur í lífi með því að, þú veist, fara út að labba og smá svona styrtaræfingar. Þú þarft ekki að vera í... Keppnisíþróttir eitthvað sem við teljum okkur trúum að sé rosalega mikilvægt og eitthvað þannig. En, þú veist, mín besta minning frá íþróttum ég hafði frálsar var hlaup sem ég tapaði. Akkur var það besta minningin? Það var ég mani til þess að það gerst í gær sko. Þetta var MRVF í dagurinn, það var ekki einu sinni pissar hlaup og þetta var boðhlaup, ég var þriðji maður og þegar ég tek við keflinu það var 40 metrar í hlaupanum frá Vestló. Það var bara búið spil og ég hef aldrei hlaupið af mér. Aldrei hlaupið af mér. Og mér tókst að loka bilinu niður í 5 metra. Þannig að við töpuðum. Það niðurstaða. En þú varst ánægð með þann árangur sem... En ég bara, þú veist, ég kom í mark og vinur minn sem var líka hérna í hljóp fyrsta hring, hann bara, það var geðvikasta sem ég sé. Og ég, þú veist, ef þú zoomar inn á mig núna, þá sérðu ég með gæsahúð, þannig að það bara, ég get kallað fram þessu minningu. Niðurstaðan var ömurleg, við töpuðum hlaupinu. Frammistaðan bara, þú veist, eitthvað sem ég man algjörlega eftir. Og þetta stendur ekki neinum bók. Það er rosa mikið að þú vinnur ekki alltaf og þú getur ekki látið það skilgreina þig en það er bara hvað þú gerðir og það er svona eitt sem að fer stundum í taugarnar á fólki sem að horfir á liðin hans sko hvernig liðin sko bregðast við eftir tap og sigur og hann í raun og veru ætlast til þess og pælir í því hvernig stóð ég með inn á vellinum, ekki hver var niðurstaðan og ég ætla að bregðast við eftir því. Þóðu sigrir. Þóðu sigrir þá ertu ekki bara hérna sko. En sko nú veit ég man til dæmis þetta tilfellið þar sem að þegar hann fór frá Stjörnunni að þá fóru held ég að ég hefði heyrt 9 stelpur af 12 eða 14 með honum til IR og 14 eða 15 þá var gert mikið mál úr því þetta gengi ekki sko, hann var bara einhvern veginn en auðvitað náttúrulega þeim iðkendum algjörlega frjálst að hvort sem eru elda þjálfaran eða bara skiptum lið eða einhverjum öðrum orsökum en það var gert mikið mál úr þessu. Já, og formaður Stjörnunar gerði mjög mikið mál úr þessu og sendi bréf út allt og talaði þetta sem 100% siðleysi og það væri bara svona almennt samþykkt í íþróttarhreyfinguna að þjálfara væri ekkert að eltast við iðkendur annarra félaga og svona einhvern veginn svona eins og að hann ætti bara iðkendurna og þetta svo fyndið í þessu samengi þegar það er að lýsa aðþunum við köld sko en þetta er ekki basically skilgreinir á köld sko já, hans megin sko og svo var þetta náttúrulega ekki þannig að hann var að saka Brynjar að vera að reyna að lokka alla með sér sko og reyna að sannfæra fólk að fara með sér sko sem að gat ekki verið fjarri sannleikanum, hann bara lét vita að hann væri hættur og svo byrjaði bara fólk að segja hvað það fara að gera og fara í og við vorum bara með að koma með auðvitað með að koma með
En það eitt og það skapaði Já. einhver svona stigð í hans Já. garð, ég meina þessi formaður stjörnunar, Já. bara verið einhverju persónulegu stríði við hann allar götur síðan að Brynjari finnst, ég hef heyrt það. Og síðan eru hérna í skýrslunni sem við fara að ræða, skýrslu samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulismála, þá eru einhverju 6 nafnlausir foreldrar, minnum mig. Ég velti fyrir mér bara því þið eru búin að vera svona lengi í kringum Brynjar og í kringum þetta starf, en án þess að við förum í einhverja sérstakar persónur eða alls ekki nafngreinar neitt eitthvað, en þeir foreldrar sem hafa verið ósáttir við Brynjar, hvers vegna upplifið þið að það hafi verið? Eða svona, séð utan frá ykkar sjónarhorni, það ósætti sem að hefur verið í hans garð frá foreldrum ákveðna iðkanda, hvaðan hefur það komið? Sko, við upplifum það sem svolítið að Brynjar hafi verið að halda fólki svolítið ábyrgu fyrir hlutum og á sem sagt, beinskættari hátt eða ákveðnari hátt eða svona meira direkt hátt en fólk bara vant. Þannig að fólk sem að kannski hætti út af því að hann sagði, heyrðu, þú verður nú að fara að pæla í þessu eða sinna þessu betur eða eitthvað. Það fólk sem að var kannski í raun og veru hætt. Það var að mæta illa, það var að gera hluti, barnið var að velja meira aðra íþrótt sem hafði ekkert sérstaklega endilega með Brynjar að gera, eins og við sáum það, heldur meira bara, en þá fer hann að hugsa, þegar hann setur út á það að iðkunin sé ekki nú góð og að fókusin sé ekki starf annar staðar og svona, þá eru þau bara, þá eru við bara farin og... Já, og þetta voru svona hlutir eins og, þú veist, að hann setti hann ætlaðist til þess að ef þú værir hjá honum að þá oft eru börn að æfa 2 íþróttir og þau segja svona, þetta íþrótt númer 1 og þetta svona íþróttin sem svona hobby. Já. En hann sagði, ef þú ert hjá mér, þá íþróttin ekki hobby íþrótt, ekki hobby íþróttin, en þú mátt sleppa jafnmörgum æfingum báðum megin. Þannig að þú skiptir því að missa af æfingu jafnt. Já. Skilurðu, þannig að það var krafan. Þannig að það var ekki, og sumir upplifðu það eins og að krafan væri þú ætti þá alltaf að mæta körfuboltaæfingar og aldrei sleppa körfuboltaæfingu. Heldur var krafan þú bara pældir í þessu ef það skarast ein æfingu viku, þá bara aðra vikuna mætur og körfuboltaæfingar sem skarast og hina æfinguna mætur í hina íþróttina. Og það var svolítið svona það sem hann var að leggja upp með, að þú pældir í þessu þannig. Og ástæðan fyrir því náttúrulega alltaf í raun og veru barninu í hag, af því þú ert í einhverjum hóp sem og það gerist með hópana, það verða oft mjög þéttir, af því að hann ótrúlega góður þjálfari, eða þú veist, hann ótrúlega góður kennari. Þú veist, að því hann bara beitir þessum kennslu aðferðum one-on-one sem bara, þú leggur eitthvað inn, þú fylgist með, þú leiðréttir og gefur feedback. Og það bara non-stop. Og hann bara ótrúlega góður í þessu, ótrúlega mikla þolinmæði, þannig að iðkendurnir hans bæta sig oft mjög hratt. Þannig að ef þú ert í hans hópi, þá svo fljótur að dragast aftur úr hópnum og hann samt aldrei að fara að gefast upp á þér, hann alltaf að gefa þér verkefni yfir hæfi, það verður bara leiðinlegt fyrir þig. En hvernig hafið þið upplifað alltaf þessa umræðu? Brynjar hefur alltaf svarað ágætlega, menn að það var tekið af honum eitthvað vídeo, eitthvað bútur þar sem hann í hálfleiksræðu eða eftir leik að öskra og það vantaði náttúrulega samhengi þar og hann hefur bæði bent á það og spilað lengar vídeo og svo hefur hann auðvitað líka bent á bara hvernig þjálfarar tala við karlkyns iðkjöndur. En þessi gagnrýni þegar það verður að fara að tala Brynjar sem ofbeldisþjálfara eða andlit ofbeldi eða eitthvað svona, hvernig hafið þið svona upplifað það að lesa og sjá slíkar umfjallanir? Maður verður bara svolítið, það fer bara ekki saman hljóð og mynd. Það einhverjur að lýsa einhverju og svo situr þú þarna og þekkir þetta og ert þarna og þá bara passar það, fólk að segja eitthvað sem að passar ekki við það sem að við sjáum. Og það líka það sem svolítið í gangi bara núna upp í Aþenu til dæmis að því við erum bara komið 100 krakka og þetta bara fólk sem ekki búið að við fjölskyldur sem hafa bara ekkert verið involveraði og vita ekkert inn í sögunni, skilurðu. Og það að lesa ykkur fréttir og það bara, ég að lesa hérna svona séu hlutinir í Aþenu og ég sitja hérna á æfingu og þetta bara passar ekkert við. Og við náttúrulega bara þekkjum Brynjar náttúrulega ótrúlega vel, höfum fylgst mjög mikið með honum og æfingum og leikjum og fundum og það sem að við svona, ég sé rosalega mikið í að hann alltaf in control. Þannig að ef hann hækkar róminn,
þá er það að því að hann ætlar að hækka róminn. Já, ekki að það missi stjórn á sér. Ekki að því að missi stjórn á sér. Og þú veist, það vitið allir. Ég meina, dómarar líka vitið það. Þú veist, ef hann hækkar róminn og er farið að spyrja það eitthvað, þá er það allar að gera það. Fattari. Af því að það er bara, Og myndi ég taka eftir því ef ég færi núna með það í huga, það sem þú ert að segja núna, ég færi að fylgjast með leik eða æfingu, þá myndi ég sjá það strax að hann er að hækka róminn. Já, þú myndir sjá það og sérstaklega þú myndir þekkja stelpurnar og þekkja hverjar eru, það er líka eitt sem er svona með Brynjar er að sko, hann þú veist, hann er alltaf að hækka rann á þig, hann er alltaf að reyna að fá þig til þess að bæta þig eða gera það sem þér hefur fundist erfitt til þess að þú bæti þig og það er mismunandi fyrir hvern og einn aðila sko, hvað það er, þannig að einhver þú veist, og afleiðingarnar ef að þú gerir það ekki geta verið mismunandi fyrir suma og mismunandi eftir hvað er það kannski bara að kalla á þig, mynd eftir þessu eða þú ert tekin út á og sagt, heyrðu, förum yfir þetta eða það er, þú veist, öskrað aðeins það er bara alltaf mismunandi og þú veist, eins og fyrir dóttur okkar, sko var það sem að hann var mest að vinna í allan vetur með henni var svona, þú veist, að taka aðeins meira pláss og láta aðeins meira til sín taka þannig að hún var kannski að spila eitthvað kannski ekki að vörn eða kannski skora vel eða eitthvað en hún var ekki að tala og þá fekk hún og þá var einhver af hverju að taka þessa út af þú veist, en það var bara því að það var verið að vinna í þessu atrið, þetta var bara og þá er það búið að ræða það og þá er það samkomulagið, við erum að vinna í þessu að reyna að bæta þennan þátt og við erum ekki að pæla þannig sem ég leikunum. Þannig að þetta er mjög einstaklingsmiðað. Já, mjög einstaklingsmiðað. Hann er þá búin að kynnast mjög vel hver og einn þarf að bæta eða og svo framvegis. Og það er náttúrulega rætt ótrúlega mikið á fundum og það ræða það náttúrulega saman stelpurnar líka þegar það vera eldri, þá læra þær sko að þú veist, smátt og smátt sko að þú veist, bara finna hvað er það sem að félaginn þarf að bæta og hvað er það sem er gott og það læra rosa mikið að svona bara þú veist að vera ótrúlega góðar vinkonur en að geta samt sagt svona hluti hreinskipt sko þannig að það er aldrei neitt svona drama. Okay. Ekkert drama hjá ekkert stelpudrama og ef það er stelpudrama þá er það sko þá er sko það sem er best við Brynjar er ef það gerist stelpudrama og ég man eftir einu drama sem að gerist með millidóttur okkar, hún er smá dramatísk er að hún var eitthvað leiðileg þú veist við eitthvað stelpu og Brynjar hringir í mig og segir heyrðu, nú ert þú ekki að fara að skipta þér af ég er að fara að leyfa henni að vera aðeins leiðinleg, ég er að fara að fylgjast með hvað hún er að gera, af því ég ætla að stoppa hana in action og ég ætla svo að taka hina stelpuna og segja hvað hún á að gera til þess að stoppa hennar hegðun. Hún ætlar að valdefla hana, ef þessi er eitthvað leiðileg, þá ætla ég að segja hvað segir þú við hana þegar hún er að koma svona fram við þig. Og svo hringir hann í mig eitthvað 2 mínútum seinna, alveg bara, talaður við hana? Heyrðu, hún er bara búin að fatta þetta, hún bara baðst afsökunar þú veist og þetta er bara þetta er stundum, þetta fer til dæmis stundum í mömmurnar er að þær alltaf bara laga þetta drama bara núna strax það er bara svo hræðilegt að þú gætir orðið eitthvað leiður í 2-3 daga að því að einhver er eitthvað leiðilegu við þig í staðan fyrir að nú ætlum við bara að fylgjast með þessu fullorðið fólk við ætlum að tækla hegðunina við ætlum að tala um hana Þannig að þið upplýða að Brynjar sé mjög svona það er mikil áhugi hans á hverjum og einum og hann sinnir einstaklingum vel, þetta er ekki bara liðið allt, heldur hann er að byggja upp einstaklinga. Já, það er það sem við upplifum sko, og það er það sem við þekkjum. Við sjáum bara, þú veist, það eru að byggjast upp sterkir einstaklingar í, þú veist, öllum þessum flokkum sem hann er að þjálfa. Og það er, þú veist, það er það sem að skiptir öllum máli. Eins og ég sagði hann, bara íþróttin sjálf er í raun og veru aukaðatriði. Hún er bara það sem við sannfærum sjálfum okkur að leggja allt í þetta. Þetta skiptir svo miklu máli. Þegar að, þú veist, í raun og veru það skiptir þetta engum máli. En þú veist, þú bara blekkir sjálfa þig að segja, ég ætla að leggja mig allan fram, ég ætla að fara á bara ystu brúna því sem ég get, þannig að ég ætla að vinna og þú veist, og þá sérðu þú veist, hvers ertu megnur, hvað getur þú gert? Og ef þú gerir mistök, þá er það frábært, þannig að þá getur þú farið tilbaka og sagt, þú veist, ætla ég að viðurkenna sem mistök og laga þú að læra þeim, eða ætla ég að leita, þú veist, einföldileginni sem segir, þetta er ekki mér að kenna, dómarinn er lélegur, og svo framvegis. Segja bara, ég ætla ekki að taka ábyrgð á þessu.
og Hann er ef þú haldið við efnið að þú átt að, þú átt að elska mistökin. Ef þú gerir þetta, að þá lærir að yfirfæra þetta á aðra hluti. Og þetta er ekki eins og þetta sé alltaf eitthvað auðvelt og maður sé, þú veist, börnin séu alltaf ótrúlega kátt, þú veist, auðvitað ekki, ég meina, stund, en börn verða líka bara, þó þessi ykkur annari þjálfun, þau tapa leik, þau verða fúl og alls konar. Og þau verða náttúrulega að geta þólað eitthvað mótlæti. Eitthvað svona smá. Og þegar þú ert að gera eitthvað sem er alveg nýtt, og ég sé þetta bara, þú veist, að því að ég vinn í háskólanum, að kenna sem prófessor þar. Þegar þú ert að gera hluti sem eru nýjir, eru kræfjandi, eru erfiðir, þá verður maður frústreraður. Það er óþægilegt og þeir langar að hætta, þeir langar að leta einföldarlegin út. Þeir bara, ekki til eitthvað svindlað, ekki til einhver einfaldarlaus, getur ekki sleppt þessu. Og því lengur sem þú getur haldið í þessu svona state of mind, að hlutin eru frústrerandi, því lengra kemstu. Bara almennt í lífinu. Það er bara, að því að vera frústrerar er bara, þú ert að læra eitthvað nýtt. Það er bara alltaf erfitt. Öll heimsmyndin er að breytast og þið veistu voru ömulegur og ekkert gengur upp og svo bara allt í einu gerist það. Haldið að Brynjar sem ég mikið svona sem að aðrir þjálfarar sem er ekki algengt í þjálfarastétt í íþróttum á Íslandi, svona þessi hvernig þessi natni við að byggja upp karaktera og svona, menn ég get ekki ímynda mér að þessi allir þjálfarar svona. Hann alltaf sagði síðan þegar við alltaf vorum í þessari viðtali þarna við hennar samskiptaráðgjafa, þó við fyrir að tala þá eftir. Þá alltaf sagði Brynjar að því ég var með honum þá segir hann alltaf að þú kemur á æfingu til mín, þá alltaf bara hugsaður bara langmest það sem ég gera er bara ég út think so, þetta er bara eitthvað sem allir eru að gera. Bara hvað þú ert að kenna, hvernig þú ert að kenna það og svo framvegis. En það sem ég held að greini Brynjar svolítið frá mörgum öðrum þjálfurum er eitthvað sem að gerist allstaðar í öllum íþróttum, hjá öllum krökkum, er að þú ert að læra eitthvað nýtt og þú ert að bæta þig og svo kemur kannski eitthvað svona plató eða þú veist, það kemur eitthvað erfitt eða það er bara einhver æfing sem að einhver hluta vegna þú ert búin að vera rosa hæfileikaríkur og gasta allt og þetta og gasta ekki og þetta verður erfitt. Er hvernig hann reynir að draga þig í gegnum og hann hefur alltaf meiri trú á þér, hann hugsar alltaf ef barnið hefur ekki trú á sér þá ætla ég hafa trú á því. Á meðan að kannski margir aðrir hugsa að þetta verður of erfitt, við skulum reyna að gera þetta alveg miklu auðveldara. Þetta að ég held að það sé svolítið munurinn á Brynjari að hvernig hann tæklar þessar aðstæður og hvað hann til dæmis involvara foreldra mikið í þessar aðstæður ef að það er hægt og hvernig hann gerir það ef að það eru foreldra sem eru ekki til staðar þá er hann annar vinkill, hann pælir alveg í því. Þú veist, hann setur verkefni á okkar börn öðruvísi heldur en annara börn En já, eins og þú sagði Páll, þú ert prófessor í háskólanum ert ekki doktor í starffræði? Ég er með doktorspróf í starffræði og leiðst út í vísindi, svona lífupplýsingarfræði vísindi og þess að þannig og Jóhanna, þið hjónin þið eru bæði doktorar. Þú ert doktor í líftölfræði. Já. Ok, og það er mitt svona bara áhugavert í með þá þekkingu alla, meina, þú veist, til þess að ljúka doktorskráði þá þarftu að gera ótal rannsóknir og þið hafið, ger ég ráð fyrir mjög yfirgripsmikla þekkingu á rannsóknum, vísindalegum aðferðum og rannsóknum. Þessi skýrsla samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulýðsmála, hvernig slægir hún okkur svona bara sem vísindamenn, svona sem að svona rannsóknar aðferðir og svona, já. Þetta er bara falleinkunn. Það er falleinkunn. Og það sem er verra er ef þú myndir bara lesa skýrsluna og ekki vita hvaða gögn liggur bak við hana, þá er yfirborðið allt þess slegt og þú hugsa, já, það var unnin fagleg vinna hérna. Og þá spyrir maður svo, hvað er fagleg vinna? Og samskiptaráðgjafi farið í hring með þetta og sagt, já, þú veist, þau eru fagfólk, þess að vinna við fagvinnu. En þú veist, það er þarna... Hverjir eru helstu gallar skýrslunar? Vilt þú byrja? Já, ég held þú veist bara það er svo mörgu að taka. Það er svo mörgu að taka, eitt af því sem að þau gera er að þau búa bara til gögn. Það er bara, Áttu við? Þau bara taka einhver orð sem að eru sögð í viðtalinu
og búa til bara sko svona langan kafla af túlkun þau orð. Þú spurðu aldrei hvort að þetta væri rétt túlkun eða rétt, þannig að þau bara búa til gögn og svo bara segja þau bara að þú hafi sagt eitthvað sem þú sagðir ekki í viðtalinu og þegar að þú ert sem sagt færð tilbaka sem sagt svona þeirra sömmari á því sem að þú áttir að hafa sagt í viðtalinu og þú gerir athugasemdir og segir það er ekki rétt eftir mér haft út af því að þú segir þetta er ekki ég upplifði því að þú ert að taka orð í sundur þú ert að búa til nýjar orsakar áleiðingar, nýjar samtengingar. Lentu þið í því að þið upplifðu að það er þannig það er rangt eftir ykkur haft algjörlega og tónnin breytt og merkingu breytt og svo þegar við segjum þetta er ekki rétt þá segir samskiptaráðgjafi bara mér finnst þetta að vera rétt. Það er ekkert lítið. Nei. Það er ekkert lítið gallað. Það er ekkert lítið gallað sko. Þannig að bara þar sko er maður bara heyrðu. Þetta er svona bara konkrétt dæmi. Það er setning sem er í skýrslunni sem stendur sem Brynja sagði. Það er orðrétt eftir hún hægt. Þannig að þú færð aldrei að fara aftur niður. Okay. Og það var aldrei spurt hvað þýðir þetta raun og veru. Hvað áttu við með þessum orðum? Hvaða merkingu leggur í þessu orð? Hvernig eru þau praktísir? Þá bara farið eitthvað annað. En í skýrslunni er sko hálf blaðsíða túlkun á hvað þetta þýðir og hvaða afleiðingar þetta hefur. Og var það röng túlkun ofan og lag? Getur ekki farið lengra. Farið í svona 180 gráðu snúning. Bara svo sem dæmi, hvernig var þetta túlka og hvað þýddi þetta í raun? Sko, það sem þetta þýðir í raun er að þegar þú ert þegar þú ert í þjálfun, þegar þú ert að bæta þig, þá ertu, þú veist, með eitthvað verkefni sem þú ert að vera að vinna í. Segjum við bara einfaldur hlutur eins og bara þú þurfur að geta að drippla boltanum á bakvið þig. Drippla bakvið þig. Fyrst byrjar á því að þá bara, boltin fyrir út allt og er allt klúður. Þú veist, endalaust að gera mistök. Svo leiðir þetta þessu mistök og svo framvegis. Síðan ertu komin á þann stað að þú getur farið að gera þetta kannski á æfingum, þú getur farið að gera þetta í leik og eitthvað þannig og endanum þá verður á þetta að vera þér svona það eðlislegt að þú getur gert það að svo hugsa þetta. Já, og með bundið fyrir augun. Með bundið fyrir augun og hvernig sem er. Þannig að ef að þú ert á þeim stað að þú ert að gera þetta í leik og á æfingu og svo framvegis og svo allt í einu, þú veist, gerist eitthvað þar sem að þú bara nærði ekki að gera hennar hlut lengur. Hvort að sé að vera á réttum stað í vörninni eða eitthvað álga og það er bara heilin maður sér furðulegur, maður áslæma dag og eitthvað þannig, en í raun og veru að þegar þetta var orðið levelið sem þú varst að spila á, þá færðu ekki afslátt til að spila á næsta leveli ef að sko, þú veist, án þess að fá endurgjöfuna. Það fær bara endurgjöfuna, það er bara sagt við þig, heyrðu, mundu fyrir aftan bak eða mundu þetta. Mundu að, þú veist, það þú færði ekki bara niður aftur, það heitir endurgjöf, þannig að við lásum þetta og lásum túlkunni samskiptaráð og ég sagði hérna er bara algjör menntahroki í gangi af því þú notar ekki kennslufræðilega rétt á orðið en sko samskiptaráð skrifar sko Brynjar Karl leggur áherslu á velgengni og segir iðkandi sínum þú fara aldrei að fara niður aftur hann segir það ekkert við þau þetta er bara það sem hann var að lýsa fyrir samskiptaráðgjafanum nálgun sem og svo segir samskiptaráðgjafinn þetta er nálgun sem byggir á því að leyfa mistök upp að vissu marki en krefst þess að leikmenn haldi sig alltaf með ákveðins árangusviðmiðins getur myndað óheilbrigt umhverfi þar sem ótti ræður ríkjum frekar lærdómur samskiptaráðgjafi skrifar að sama skapi er gagnrýni svo bara skrifar hann eitthvað og þetta er sko svona þetta eru 10 línur af túlkun á þessum orðum hann túlkar það þannig að þetta sé svona harðstjórna herægi þar sem að þér leifist ekki einu sinni þegar þú ert komin á ákveðin stað í þjálfuninni að þá leifist þér ekki að gera ákveðin mistök af því að þú átt að vera búinn þar og þú ferð ekki niður það er að segja að þú mátt gera þessi mistök þú far bara endurgefin að þú gerir þessi mistök og í körfubolta þá er það þannig að þú getur þú veist, ef þú ert að gera þessi mistök og þú sér bara þú ert að bara að detta niður í eitthvað sama farið eða eitthvað álka þá ertu bara tekin út af en þú bara ferði inn á aftur næst þetta er ekki eins og í fótbolta það sem að þú veist, annarkort ertu með eða þú farið að spila einhvern smá part eða eitthvað álga eða þú farið aldrei að fara inn á aftur menn að körfubolti það bara, þú rúllar á leikmennum og þú notar þetta svolítið strategist til að taka leikmenn og tala inn á og þú veist, þeir fá endurgjöfuna náttúrulega hvíldin og allt það til að segja farðu inn á og fókusur á þetta
og svo segir hún sko þannig í þessari túlkun líka en sko að gagnrýni mikilvægur partur af íþróttaþjálfum en hún þarf að vera uppbyggileg og í samræmi við þrosk og þarfir iðkenda og til dæmis bara í viðtalinu sjálfu þá eru tímabil þar sem Brynjar að tala hluti þar sem hann gjörsamlega veit að þú gerir hlutina í samræmi við þrosk og þarfir iðkenda en þú veist hún bara svona skrifar þetta eins og hann bara viti ekki þessa hluti sko. Þetta allt svona í þessari skýrslu og svona meðal eins og því að vera að lýsa fyrir mér að þá Brynjar með uppbyggilega gagnrýni og í samræmi við þroska og samræmi við hvar þú ert staddur þannig að þú færð gagnrýnin ákveðin og hörð eftir því hvaða mistök þetta voru þú veist, það er bara eins og í öllu og hvað meira í þessari skýrslu sem að þið rákuð augun í að væri sló okkur svolítið er þarna þú veist, það kemur það var kallað sérstaklega eftir því og á fundinum að Brynjar Karl myndi koma með fræðilegar undirstöður á íþróttaþjálfun sinni og hérna við töluðum það að það yrði þú veist, það yrði á næsta fundi og sendi ykkur gögn og þannig og Brynjar segir það var sem sagt þannig að þú veist, að því að Brynjar segir hann alltaf rosa mikið tekið upp og hann rosa mikið efni og hérna hann sagði, get ég ekki bara fengið að halda kynningu þetta og ein ástæðan fyrir en vildum náttúrulega halda kynningu að sko, þegar við erum í upphafi að tala við samskiptaráðgjafan og segja að hún muni gefa ykkur skýrslu og eitthvað svona hérna, og þá segir hver fær þessa skýrslu og hún segir það eru svona hlutaðeigandi aðilar og við bara hverjir eru hlutaðeigandi aðilar já það er bara eitthvað fólk sem við tölum við og við bara ok en þannig að við áttum þá allt í að fara að koma með alls konar gögn sem sýna hans þjálfun sem eru bara innan úr félaginu og eru kannski bara með persónuupplýsingar bara iðkendur og þau getur svo bara farið á einhverja hlutaðeigandi aðila sem er bara fáránlegt þannig að hann sagði ég vil bara fá að halda kynningu og þá getið líka spurt spurninga eða er eitthvað sem er hérna, öðruvísi að þið viljið fá frekari útskýringu á en það var, þeir vildi ekki fá kynninguna og virkilega mikilvægt að því að þessum tímapunkti þegar að þau voru göllið viðtalið það var sagt við erum að kynna okkur þjálfunar aðferðir það var ekkert atvik ljós í fjölmiðla umfjöllunar það var ljós í fjölmiðla umfjöllunar sem var þarna mikið í februar þeir vildi samt ekki fá að heyra kynningu Brynjars á þjálfunar strategíu sinni og bara 40 mínútur átt hann bara ná að kynna þetta allt saman fyrir þeim þannig að þau skildi þetta allt og það sem mér svolítið áhugavert að þau spurðu nánast engra spurninga allan tíman ef þú ert sérfræðingur og ert að kynna þér eitthvað og þú ert að hlusta á eitthvað þá náttúrulega spyrðu spurninga bara spurðu nánast engra spurninga allan tíman það er bara að bladra út í eitt vissi ekkert hvað þau vildu fá og þau heldur líka engum fókus það var stundum sem það kom eitthvað svona þar sem það var eitthvað spurning svo fór umræðan eitthvað annað og þá fóruðu ekki við erum ekki búin að fá svar við þessari spurningu heldur engum fókus allan tíman það var ótrúlega ófaglegt og óskipulagt og líka það sem er að þarna þau spurðu sérstaklega þú veist, er einhverja kvartanir einhverja ástæði fyrir þessi fundi þú veist, er liggja einhverja kvartar inni og bara nei og þá bara, nei, það er ekkit svoleiðis og þú veist, jú, það kemur alltaf eitthvað einhverja þjálfara en við erum bara að fókusa á þjálfurna en það var allir þjálfara þannig að það hefur verið logið að ykkur basically logið að ykkur þegar þið spurðu sérstaklega hvort það var einhverja kvartanir svo er það með skýrslu sem hún misminnir ekki þá tekur hún fram að þetta hafi hafist eftir fjölda ábendinga eða umkvartana og svo fáum við náttúrulega fyrstu drögin tilbaka að skýrslunni og þá er það sama alveg skýrt að þetta er bara verið að skoða Brynjar Karl sem einstakling og engar kvartanir ekkert í fyrstu útgáfun af skýrslunni og við byrjum að lesa þetta og sjá hvað er haft eftir honum og ætlum að fá sko og sjá hvað er haft eftir öðru fólki sem er tekið í viðtal og við segjum, heyrðu, það er svo mikið að rangvarslum við þurfum að fá að leiðrétta þetta þá bara, nei, þeir bara athuga hvað er haft eftir ykkur máttum ekkert áttum að afneita okkur andmælarétt sem er bara andsætt stjórnsýslulögum þannig að þá fór lögmaðurinn á mótmælti því og sagði líka að það væri mjög, þú veist, einkennilegt í ljósi hlutverksembættisins, bara löglegs hlutverksembættisins og þá segja þau, sko, taka þau heila viku að svara því og segja já, við tökum þessar ábendingar alvarlega við munum, þú veist, koma með nýja útgáfu og við bara, ok, það verður örugglega ekkert í þessari útgáfu svo kemur bara nýja útgáfu, þá koma allt í hennu
ásakanir þarna inn sem eru allar nafnlausar Einmitt. og þá búið að skrifa nýjan texta, nýjan inngang og búið að breyta tilganginum á viðtalinu og segja að tilgangurinn þessar ásakanir. Já, bara beita tilgangum á skýslunni Já. og viðtalinu viðtalinu. Viðtalið er þá bara allt túlkað Já, í algjörlega nýju ljósi. Aha. Þetta náttúrulega, þú veist, ef þú ert að gera vísindarannsókn og þú tekur viðtalið við einhvern Já. og túlkar hans orð og þú veist, orðin eru þá frumgögnin og þú ert að afbíða þau í eitthvað þar sem þú vilt fá einhverja niðurstöðu. Þú veist, ef ég myndi gera þetta, ég myndi missa vinnuna. Þetta er galið. Þetta er galið. Ég veit Þetta er bara það sem heitir vísindis misfelli. Og svo segir sko, ég ætla að fá þig á þessum hérna forsendum og svo ætla ég að skrifa niðurstöðun á allt öðru forsendum en túlka allt sem þú segir í því ljósi. Já. Og túlka allt sem þú segir sko, þannig að það falli að fyrirfram ákveðinu niðurstöðu minni. Þessi skýrsla ber algjörlega þess merki. Og svo annað sko, út af því við tölum þessar fræðilegu undirstöður. Það er svona confirmation bias, að það er verið að vinna að fyrirfram ákveðinu niðurstöðu. Já, það er confirmation bias og líka svona einhver svona hugrifa hlutir að þetta eru svona, þú færði einhverja lýsingar og þú mattsar það í þinn eigin hugarheim sko. Þú veist, þinn eigin hugarheimur þú veist, kallmaður sem hávaxinn, hann bara vondur. Þú veist, bara by default. En ég stoppaði það fyrir ekki. Og það þessi fræðilega undirstaða. Og það er svo lagt svo hart með það að hann hafi aldrei komið með nein gögn sem sýni að þjálfurinn að fyrir hans virki. Og mér þetta gaman að sjá, þú veist, einhvern þjálfur á Íslandi geta rúlað upp hérna fræðilegur undirstöðum myndir hringi hann og pressaldi á hann. En láta það vera að þá kemur hérna sko eftir að skýrslan best tilbreyðin skal að þá kemur degi setna svona heimildalisti sem eru svona listi af sko rannsóknum sem eiga þá að styðja við allar fullyrðingarnar í skýrslunum sem heita rannsóknir sína. En svo lestu skýrsluna og það aldrei vísað til heimildana. Það aldrei talað neina heimildir. Og þú veist, ef við erum að skrifa vísindagrein þá gegna heimildir tvennu tilgangi. Fyrsta lagi, þú ert að segja, ég ekki fyrstur á staðinn, það að pælt í þessu, þetta eru þeir sem komur undan mér og ég ætla að bæta ykkur við. Það á ekkert við hér, þetta ekki skýrsla sem ætlaði að menn ekki. Og hins vegar þegar þú segir að þú ert með einhverja staðhæfingu í vísindalegu vinniðinni, að þá eru annarkvort að leiða beint að þeim gögnum sem þú ert með í höndunum, eða þú ert að segja, þetta ekki ég, þetta einhver annar. Og þá ert að veitnum til heimilda. Þannig að hvað hann 7 sinnum í skýrslunni sem kemur þessi frasir nota, rannsóknir sína. Aldrei sagt, hvaða rannsóknir það? En það standi heimildaskrá aftast. Það heimildaskrá aftast. Og við náttúrulega lásum alla heimildaskrána og samskiptaráð gerði náttúrulega algjörlega ekki ráð fyrir því við myndum lesa þessar heimildir. Nei. Og ég held að hún hafi líklegast ekki lesið þær sjálf, eða allavega ef hún las þær sjálf þá það líka vottum að það vantar eitthvað mikið í þeirra vísindalegu hæfni og færni sko. Það er svoleiðis. Það er með eina uppáhaldsmínum rannsóknum sem vitnaði í. Það er the influence of parental language on eitthvað. Þannig að titillin þú veist, hughrifin sem þú fá þegar þú lest titillin já, þetta er rannsókn sem segir þér sko hvaða áhrif það hefur hvernig börn tala við foreldra. Hvernig foreldrar tala við börn. Og hvernig þeim það gengur upp á resilience sem þarna mótlaðu þólu segla. Og svo lestu sko abstraktin, úrdráttin, fyrstu setningar í greininni og það áttar að því að þetta er ekki rannsókn. Þetta er plan rannsókn. Það er að segja, við ætlum að framkvæma rannsókn, þar sem við ætlum að fylgjast með 400 börnum og við ætlum að leggja fyrir, þetta er mjög áhugaverð rannsókn, að leggja fyrir þau óleysanlega þraut sem þau get ekki leyst, þau geta komist eitthvað áfram með, þau ætla að fylgjast með þau, hvað segja fóldrin, er að segja, er þau í raun og voru beilaði út? Þannig að þetta lítur út eins og svona latur BA-nemi sem að komast ódýrt í getum að gera heimildaritgerð og hann fer bara og finnur það sem að hentar einhvern veginn og svona svindlar þessu inn í heimildaritgerðina sína. Og þú veist, og svo er einhver önnur sko siglu og COVID-19 og við lásum yfir þetta og þú veist, og Jóhanna dó úr hlátri þegar hún áttaði sig á því
að tölfræðin í greininni sýnir beinlínis að ekkert af niðurstöðunum marktækar. Þannig að þannig að þau beri heldur ekkert skinnbráð á það hvað eru góð vísindi og hvað bara svona með. Já, en það sem áhugavert við þess að fyrstu rannsóknum hafa að minnast á þarna með þessa orðanotkun og seglu er að sko þau tala í þessari rannsókn sko, eða þessari lýsingu á rannsókn á framkoma, þú veist hvað eru að fylgjast með og hvað eru niðurstöðnar sem þau búast við að fá. Og niðurstöðnar sem þau búast við að fá er það að foreldrar sem hrósa fyrir viðleitni og hrósa fyrir að reyna að þeirra börn hafi meira mótlættaþol heldur en foreldrar sem að fókusar bara á niðurstöðuna. Þannig að sem nákvæmlega það sem að gerast hjá Brynjari. Hann að hrósa fyrir að reyna, hrósa fyrir ekki fyrir niðurstöðuna. En þau eru náttúrulega bara búin að mistúlka það hver hans ásetningur er. Já, þau eru bara að mistúlka ásetningin. Þannig að, og svo náttúrulega þarna, þessi ritgerð þarna. Svo er ein ritgerð þarna þar sem að, þú veist, engin rannsókn, það byrjar að taka til þarna dæmi sem sagt, þjálfara sem hafa þarna kynferðislega misnóta börn. Og þetta eru bara dæmi sem eru tekin upp úr fjölmiðlaumfjöllun og svo bara leggja þær eitthvað mat á þarna hvað þarna þú veist, hvað sameiginlegt með þessu og hvernig þjálfara eiga að haga sér. Og aðal niðurstaðan í þessu, sem að er ekki studdin gögnum eða neinu svona vísindilegri vinnu, bara svona álit þessi eins höfundar að það sem er allt sameiginlegt er það að það ríki traust. Og það sé hann slæma. Þannig að við þurfum bara að kenna börnum og bara öllum að treysta engum. Já, þess að traust sé að við slæma. Já, þess að því að þjálfarar sem að misnota börn byrja yfirleitt á því að vinna sér inn traust barnanna og þar að leiðandi ættum við bara að sleppa því að vera að vinna okkur inn traust barnanna í þjálfun af því að jafnvel þó við séum ekki kynferðisbrotamenn. Sko, titillinn á greininni, hann er mjög flottur, hann heitir Obeying Until It Hurts. Og þetta orðalag kemur í skýrslunni. Það verið sérstaklega verið að tala það að þú veist, að krakkarnir séu beittir ofbeldi og að og þú veist, að þau læri þá, eru beitt harkalegu þjálfunaraðferðum og þannig og þá læri þau að hlýða. Þannig að þú veist, einhvern veginn hefur viðkomandi lesið titilinn, komið með þessu hughrif og segja, já, þetta er gott að setja sem tilvísun. Þetta bakkar upp mína staðhæfingar. Þannig að það er ekkert innihald á baku þetta. Og niðurstaðan í þessari rannsókn er sem sagt að það sé bara small price to pay að þó að það séu sko geti verið að góðir þjálfarar sem vinnur sér traust iðkanda geta hjálpað þeim í erfiðum aðstæðum eða kannski við alls konar erfiðar hluti og það geti haft mjög góð áhrif á þau og það er bara small price to pay af því að það séu sumir vondir einstaklingar að núti. Og maður hugsa bara af því að við erum nú í Aþenu og ég er búin að vera þarna síðan sko 2019 og búin að fylgjast með alls konar börnum sem hafa farið í gegnum þjálfunni hjá okkur og þú veist, mér finnst þetta bara svo ógeðslegt að vera að segja þetta við suma af okkar krökkum sko. Að ég svona, mér bara blöskrar þetta sko. En sko, skýrslan er unnin af henni hvað heitir hún, Sigþrúður? Þóra Sigfríður og svo eru tveir aðrir sem skrifa undir skýrsluna. Og er þetta sett upp sem svona fræðileg skýrsla? Þetta er ekki sett upp sem fræðileg skýrsla, þannig að og það er til dæmis það eru fylgiskjöl sem að fylgja með skýrslunni. Það var aldrei að leita eftir umsögnum hjá neinum í Aþenu, sem hefur verið í Aþenu til að fá okkur svona heildarmynd á hvað til dæmis, það er bara sagt að það er bara beinlega sagt, iðkendurnir meistaraflokkurinn gátt yfirlýsingu það væri ekki beittur ofbeldi og svo segja, já, rannsóknir sýna að þeir sem eru beittir ofbeldi segja oft að þeir séu ekki beittir ofbeldi. Og það er bara rannsakar ekkert betur með því að tala við iðkendurna. Það er bara svona, þetta finnur þetta en þetta er bara púra rökvilla. Þetta er eins og ég segi,
ef að það rignir þá er grasið blautt. Og svo bendi ég á grasið og segi það er blautt. Og þá hlýtur það að hafa rign. Nei, það hlýtur að vera rigning. Já, það hlýtur að vera rigning. En þess að málega það að það að það hafi rignt leiði til þess að grasið er blautt, en ekki aftur á bak. Grasið getur verið blautt en þess að vökva það. Þannig að þú veist, þú ferði í öfuga átt. Ég meina, ég er ekki beittur ofbeldi. Þannig að þú spyrir mér, þú beittur ofbeldi? Ég segi, nei, ég er ekki beittur ofbeldi. Það segir, já, ég veit það. Allir sem eru beittur ofbeldi segja að þeir sé ekki beittur ofbeldi. Og raunar að segja, ég bara af því að þær eru að segja ekki vera beittur ofbeldi, þá hljóta þær að vera beittur ofbeldi. Já, það er það sem að við komum að segja. Og svo færir svo rök fyrir því að reynir svo að færa frekar rök fyrir því með því að segja að íþróttum er oft flókið valdasamband og þjálfarar hafa rosalega mikil áhrif og reynir að búa til eitthvað svona dramatík sem að er í sumum af þessum heimildum þeirra og það og þá er þetta náttúrulega í allt öðrum aðstæðum. Og það er sem sagt haft þannig eftir 6 nafnlausum fyrirverandi foreldrum iðkanda, þannig sem eru að ekki einu sinni allt eitthvað er bara einhver áhorfandi og sem er held í eitthvað bara áhorfandi einhver áhorfandi, einhver fannst framkoma eitthvað slæm og síðan er talað við einn þjálfara af þeim sem að hafa þjálfað með Brynjari Karli undir Brynjari Karli í 10 ár. Já, í Aþenu eða stjórnunni Aþenu IR tímabilinu, 30 þjálfarar sem að hafa þjálfað með Brynjari á þessum tíma En það er bara að tala um einn og þann eina sem var rekinn og hann fær að segja sína skoðun og Brynjari Karli sem var rakan. Þetta er náttúrulega galið Þetta er náttúrulega algjörlega galið en og út af því að það er bara svona, það er cherrypickað hverja á að tala við sem við hugsa, já, þessi getur stutt við það sem við viljum fá fram. Við ætlum ekki að tala við leikmenn Aþenu, við ætlum ekki að tala við þjálfara Aþenu, við ætlum ekki að tala við foreldra iðkanda Aþenu sem eru ennþá þarna. En málið er að það að tala bara við til dæmis þennan þjálfara, ef að hann hefur yfir einhverja kvarta, þá má hann kvarta yfir því og þá má, taka það fyrir hjá samskiptaráðgjafa ef að það er tilgangurinn, þessi kvörtun. En ef að tilgangurinn við ætlum að persónugreina Brynjar Karl og þjálfara aðferðnar hans alveg í þaula, þá er það ekki aðferðin. Nei, við ætlum að fá karaktervitni, en þá þurfum við að fá fleiri karaktervitni, ekki bara þann sem var rekinn. Og það voru, þú veist, þegar við áttum sig á þessu, þá voru aðilar sem þjálfa með Brynjari Karli og ekki að þjálfa í Aþenu í dag, sem sendu hér umsagnir og það var einhver mjög furðuleg tímapressa. Það var mjög sérstakt. Það kom tímapressa á nokkrum tímapunktum. Einu sinni átt að klára þetta eftir viku, svo sagði nei, það er ekki hægt að klára þetta eftir viku því að við þurfum meiri tíma til að svara öllu þessu rugli sem var í öðrum drögum. Svo kom dagsetning og þetta þetta passaði allt ótrúlega vel við stjórnarfundi ISI tímapressurnar sem voru settar á okkur. Það var alltaf deadline svona daginn fyrir sem það búið áallt að fund. En ISI hefur alveg svarið af sér í öðrum máli. Þá var handboltaþjálfari tók sitt eigið líf eftir rannsókn samskiptaráðgjafa á sér og fund sem hann átti með það var reyndar bara eitt af því síðasta sem hann gerði, það var eiga þennan fund með samskiptaráðgjafa og svo fór hann og tók sitt eigið líf. Þá var ISI að hringja í menn sem hafa skrifað greinar og fjallað það mál og til þess að segja, hafa alveg skýrt samskiptaráðgjafinn er ekki tengdur ISI og þú skalt gjöra svo vel að breyta þessu og eitthvað svona. En ég heyri á ykkur grunar að það hafi verið eitthvað samkurl þarna á milli miðað við þessar dagsetningar eða hvað? Já, og líka svo byrja miðað við þeirra yfirlýsingu hvernig hún er orðuð, Já, svo lýsti ISI yfir fullum stuðningi. Ekki bara stuðningi, heldur samstöðu. Já, samstöðu með samskiptaráðgjafanum. Þetta eru bara félagasamtök, Samskiptaráðgjafi er opinbert embætti. Þú veist, sérðu fyrir þér að Rauði krossinn myndi koma, við lýsum yfir fullum stuðningi við velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Ef einhver væri að gagnrýna það eða eitthvað. Nei, veit. Þetta er mjög sérstakt. Mjög sérstakt, Og ykkur grunar þá sem þetta
þessi skýrsla og þessi vinna sem að samskiptaráðgjafinn fór í varandi Brynjar Karl sé í fullu allavega með samþykki eða samstarfi við ISÍ? Við upplifum bara skýrsluna sem pantaða. Já. Og það eru til dæmis þarna sko 2 atriði í skýrslunni sjálfri hvernig samskiptaráðgjafi skrifar sem sagt sem sagt þess að svona baráttu stúlkna að fá að keppa á móti strákum sem endar á því að þær láta medaljóðan falla. Hvernig samskiptaráðgjafi skrifaði það og það finnst mér benda til þess að þetta hafi annarkvort verið pantað eða það hafi verið mjög mikið rætt þetta á þessum nótum og þetta eru svona eins og íþróttahreyfingin talaði sko þetta sko. Þannig að tala sko hluti sem gerist fyrir 6 ára síðan og koma aldrei til umræðu á fundinum. Aldrei. Og þú veist, ekkert spurt með varandi þjálfunar fyrir Brynjar Karls. Þannig að þarna þau hlustu á þetta podcast og tóku þar einhver orð út og byggu til lýsingar á og fóru svo að lýsa hvernig Brynjar væri sko að nota börn í sinni eigin baráttu við íþróttahreyfinguna. Og þetta er bara svo fjarri sannleikanum sko og við vorum þarna, þetta svo klikkað sko, af því að við vorum þarna allan tíman sko. Og ég var meiri sér á staðnum til dæmis þegar að KKÍ búið að segja sko við þær að þær megi ekki keppa við strákana til fyrsta skiptið haustið 2017 sem að verður til þess að þær fara ásamt foreldrunum að drippla þarna fyrir utan Áskar í bleikum peysum og syngja einhvað stelpur megi að keppa á móti strákum. Ótrúlega krúttlegt. Og það kemur einhver yfirlýsing og eitthvað svona. Þú veist að þannig að sko hvernig þetta allt gerðist sko svo fjarri því að vera að tala einhverjar deilur íþróttasamtökin sko. Þetta er bara svona þetta voru bara krúttleg mótmæli En KKÍ og ég vil ISÍ hefur upplifað þannig á þeim tíma. Já, upplifað þetta sem rosalega mótmæli sko og ég man mjög vel eftir þegar að það var tekin þessi ákvörðun að skráða þær í strákamót stelpurnar og ég skildi ekkert í því af hverju Brynjar var að halda einhvern foreldrafund þessa ákvörðun og af hverju við værum eitthvað að fara að spyrja að þessu. Mér fannst þetta bara eitthvað svo sjálfsagt. Það væri 10 ára stelpur sko. Og þannig að ég bara, ok, við skulum vera kurteis. Það var bara, já, við viljum bara vera almennileg og spyrja þetta. Og svo fengum við bara nei og það voru náttúrulega engin, og það tók langan tíma. Það var náttúrulega byrjað að reyna að hafa samband við KKÍ sumarið og þau vildi aldrei svara og svo dróðu þetta svo bara rétt fyrir móti sögðu þau, nei, við getum ekki gert þetta núna af því að það er ekki tími. Að við þurfum að gera reglugerðarbreytingu. Og þá kemur bara Brynjar inn á æfingu og ég er á æfingunni og segir, heyrðu stelpur, þið megi ekki keppa. Og þetta er náttúrulega allt til á upptöku og hvað vil ég gera sko? Og þú veist, að vera að lýsa þessu sem einhverju svakalegri innrætingu og einhverju svakalegri baráttu við íþróttasamtökin, þetta er eitthvað svo fjarri sannleikanum sko. En þarna er rótin, er það ekki aðeins öllu að þetta uppsteit, ef svo má segja, eða svo má kalla, þau myndi kalla það að það hafi verið liðið hans Brynjar Karls hafi verið með uppsteit þarna gagnvart hreyfingunni og droppa medaljónum þegar þeir verða Íslandsmeistarar í mótmælaskyni sem gjörning að þetta hefur greinilega strokið þeim mikið öfugt og allar götur síðan ef maður velti fyrir sér, ég hef oft hugsað af hverju svona mikil stigð í garð Brynjars. Ég vil kannski segja áður við förum að tala það af hverju þessa stigð og eitthvað svona að til dæmis í þessu og mér finnst bara mjög mikilvægt að koma fram er að því að við erum stundum svona ásökuð að vera ótrúlega herská og vera mikið í fjölmiðlum og eitthvað svona og heyja okkar baráttur þannig sko og vera ekki að fylgja leikreglunum og vera diplomatísk og allt þetta en það hefur sem sagt alltaf verið þannig að við höfum alltaf byrjað á því að fylgja leikreglunum og vera alveg 100% þolinmóð, kurteis, senda tölvupóstana, þú átt að tala við þennan fyrst, þú átt að setja þetta hérna fyrir þessa stjórn, þú átt að leggja þetta fyrir þing, þú átt að gera þetta, þú átt að, við höfum alltaf fylgt öllum leikreglunum sko. Þannig að þegar að svo þetta kannski kemur í fjölmiðla þá er mjög mikið búið að ganga á. En þið eru sökuð það að fara bara beint í fjölmiðla og vera að reka. Og vera ótrúlega harkaleg í samskiptum. Þú veist, ég get bara opnað e-mailin mín og þetta er allt bara, já, takk fyrir, er eitthvað frétta? Já, við skoðum þetta, þú veist.
ég bara, frábært, gott að heyra, hlakka til að heyra frá þér, þetta allt svona, sko. Þá gæti svona rétt í lokin. En, sko, ég, eins og af hverju þessi styggð, sko. Brynjar bara spilar ekki, hvað var að segja, fólk bara svolítið svona intimidated, sko. Það bara það. Hann bara aðeins öðruvísi og hann að þjálfa stelpur af ótrúlega miklum áhuga. Já. Og meiri svona og gerir ætlast meira af þeim og hann leggur meira á sig eins og að þetta líkara því sem að sést drengja megin, sko. Og við náttúrulega upplifum þetta, sko, við áttuðum okkur ekkert á þessu fyrst, við skildum þetta ekkert af því að við vorum náttúrulega bara með stelpu í stelpuliðinu og við höfum aldrei átt neitt strák og við höfum aldrei verið í íþróttum eða ég hef aldrei verið í íþróttum, en svo eigum við þessa stelpu sem 14 ára og hún fer að æfa með strákaliði og hún fer inn á strákamótin og þá maður að fylgjast með foreldrunum og fylgjast með þjálfurunum og fylgjast með dómurunum og ég bara, þetta allt annað. Brynjar bara, hann fellur inn í fjöldan. Hann fellur bara inn í fjöldan þar. Ég bara eitthvað, býtu, þú veist, það eru allir foreldrarnir alveg bara á fullu að klappa, þú veist, og það alveg bara niður í djeriðla, sko, bara, eins og það sé allt undir og svo ertu bara í ariðli hjá stelpunum og það bara eins og öllum sé sama, sko. Já, þannig að í raun og veru, kannski ykkar upplifun að þrátt fyrir, sko, digurbarkalegar yfirlýsingar og svona digðarmiklar, ambisjónur okkar, þú veist, bara sem samfélag að við séum svo mikið jafnréttis samfélag þar sem að konur geta allt sem kallar geta gert og allt svona og þá það samt þannig að þegar að foreldrar eða annað fólk sér þjálfara sem að bara beitir sömu aðferðum og beitt að stráka þá finnst þeim að það bara skrítið og þeim, það kann ekki alveg að melta það. Sko, raun og veru utanfrá, ef þú lítur á þetta utanfrá þá getur þetta verið upplifin því. En þegar þú veist, þegar þú ert með stelpu þarna og þá hugsaðu ekki svona, já, nei, mér veist þetta bara tónandi niður, hún stelpa. Hún ætti að fá svona, þú veist, við þurfum að draga þess úr þessu svo að hún fá ekki svona, þú veist, að sama á strákarnir. Og þetta náttúrulega, þú veist, þjálfunni aðferðin og þjálfunni hjá Brynjarkalli sker sér alveg úr hvað þetta var þar. En þetta í raun líka bara fjölbreytni. Að þú veist, þú hefur þetta val að segja, já, ég vil bara að stelpa mín fá bara sömu þjálfun eins og strákar. Bara nákvæmlega, bara gjörsamlega copy-paste. Ef þið hugnast það ekki, fullt af öðrum íþróttafélagum. Já. Það nú málið líka. Og svo ertu að sjá, sko, þú veist, ef þú fylgist með æfingum, þú fylgist með, þú veist, hvernig þeir eru að vaksa og dafna í því sem þeir eru að gera. Þú veist, það eitt. Það náttúrulega það sem að foreldrunum sem eru með krakka í aðþinu sjá og upplifa. Síðan ertu, sko, að mæta mót og þar þú veist, allt undir, þú veist, að spila í aðri lið, það Íslandsmeistaratitilinn eða eitthvað svoleiðis. Það verður allt svona meira intensity. Það láti og Brynjar að nota þetta til þess að þjálfa, þú veist, hluti sem skipta máli. Hann ekki að segja Íslandsmeistaratitilinn skiptir máli. Heldur ætlum við að láta hann skipta máli og svo tala hann rosa mikið við stelpunum stundum þannig að þetta verður stundum fólk heldur svona einhvern veginn að það snúist allt niðurstöðuna en það gerir það ekki ef þú ert búin að vera inn í þessu. Þetta ótrúlega erfitt að lýsa þessu. Ef þú fókusur bara á framistöðuna og bætingar og að vera að hugsa það í raun og veru hvað þú getur gert og þú veist þá verður þetta bara svona óhjákvæmilega aðlengar niðurstaðan verður góð. En niðurstaðan ekki markmið. En svo líka náttúrulega, þú veist, að því að við náttúrulega erum á svo mörgum æfingum og mér finnst bara ekki koma nógu vel fram svona í svona umræðinu Brynjar og jafnvel þegar Brynjar sjálfur í podcastum, sko, sko hvað stór partur af æfingunum engin hasar. Og bara ótrúlega rólegar, skilurðu, að þetta ekki allt bara einhver Nei, þetta ekki alltaf hasar, sko, og læti. Þú veist, þetta oft bara verið að æfa einhver tækni eða æfa einhver leikfræði eða funda eitthvað eða pæla eitthvað, sko, og þannig að ég man að fólk talaði stundum sem svona eitthvað eins og æfingamagnið hans væri svo mikið, sko, en það sem náttúrulega alls ekki rétt, sko, en svo jafnvel þó að það væri aðeins meira heldur sem staðar annars staðar þá sko hvernig æfingarnar svo skipulaðar þú veist, þá það svona
bottom line sem mér hefur líka alltaf fundist þegar ég að skoða þessi mál og lesa fréttir af Brynjari að alltaf ef að Brynjar væri hræðilegur þjálfari sem að kemur illa fram með börn og foreldra þá væri sennilega enginn að þjálfa hjá honum og það náttúrulega auðvitað réttur hvers og eins sko ef hún líkar illa við þjálfaran þá getur hann bara hætt og byrjað æfingstar annar staðar. Já, maður bara, þú veist, ég meina við vorum ekkert að fíla þjálfun einhvers staðar og við erum ekkert út allt eitthvað ausandi yfir fólk eða reyna að skemma fyrir fólki. Ég meina, fólk bara má vera þannig. En hvernig búið þið í Breiðholtinu? Nei, við búum í Garðabæ. Og þið keyrið öll líka börn þarna í þjálfun upp í Breiðholtið til þess að vera hjá Brynjari Karli. Já. Ég myndi vera að hugsa þetta, ég var alveg til að hafa Brynjar sem þjálfara minna barna, sko, þetta var bara að keyra upp í Breiðholt, sko. Já, svo náttúrulega, sko, þú veist, lærðu þau náttúrulega mjög fljótt að taka strætó og það einmitt svo fyndið og þetta hljóma kannski eins og maður sé ótrúlega, þú veist, hrokafullur, sko, en fólk sem allavega kynnist krökkunum okkar, þeir finnst þau ótrúlega flott og við eigum náttúrulega alveg stóran þátt í því, en líka hluti af því bara að við nýttum Brynjar Karl svo vel í að hjálpa okkur í að ala upp, sko. En við þurfum að fara að ljúka þessu. En það var eitt sem ég vildi koma fram að það með samskiptaráðin sem var þú veist, að hvað hún gerði mikið að hún tók úr skýrslunni, sko, það var einhver aðlir að fullir einhverja hluti sem eru svona alveg fulleringar sem hægt að tékka, sem hefur ekkert með skoðun að gera. Þú veist, æfingamagn, meiðslatíðni, landsliðsmenn og einhverju svona hluti. Talaði sérstaklega það, sko, að það hefur verið svo óbært á honum að láta að droppa medalinu, þannig að þá er þið KK í fúlt og það myndi skaða framtíðin landsliðinu. Og eldri dóttur okkar fór í landsliðu síðasta ári og af 12 leikmönnum þá voru 6 sem að voru í droppuðu medaljum. Þannig að það var ekki meiri skadi. Það var ekki meiri svona langtíma minni heldur en það og þú veist, og hún var svo eina sem kom úr aðfunni, aðra kom úr fyrir vélögum en þetta var samt fullt í skýrslunni að og þú veist, þetta eru bara hlutir sem þetta er að tjekka á og alls konar hlutir er svolítið með sagt að þessi valdastaða sem þjálfar að hafa leikmönnum og þannig og ég held að hún gæti verið rétt stráka mínu körfuboltanum. Það er miklu meiri samkeppni mínútur en hvernig megin, þú veist, í meistaraflokki það er meiri skortur á leikmönnum. Þór Akureyri lenti til dæmis bara í því að þeir voru að reyna bara að fá íslenska leikmenn til að koma og spila fyrir þeirra lið. En svo líka bara þessi hlutir sem eru, þú veist, bara að þau tjekkuðu ekki á, þú veist, bara hvað voru miklar æfingar. Þú veist, þetta er allt skráð í XPS, þú veist, hvað voru mikil meiðsli, bla 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 bla, tjekkuðu ekki á þessum hlutum. Segja bara að við sé mikið og slæmt og eitthvað. Og svo bara hvað er eðlilegt í körfubolta. Að miða af aldur, bara hvernig er þetta í þýðinu, bara engin samanburður. Þessu töluðum falleinkunn, er þetta bara handónýtt skýrsla? Bara handónýtt skýrsla. Það er bara þannig. Þetta er ekki bara slæmt. Þetta þú veist, þetta ekki bara það getur ekki verið í fyrsta skipti. Þetta getur ekki verið eina skipti sem þetta gerist. Það er eitthvað systematískt. Og hverjir tapa á þessu? En nú las ég lögin samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála og ég gæti ekki beint séð að svona skýrsla eins og þessi rannsókn sem hún gerir í raun og veru á Brynjari Karli að það sko passi inn í lögin þetta embætti. Nei, það gerir það ekki. Það gerir það ekki. Og við erum búin að tala um margar lögmenn og það eru margir lögmenn búin að skoða þetta og kvörtunin er inn í ráðuneyti núna þar sem ráðuneytið mun fara yfir þetta. Af því að samskiptaráðgjafinn á að vera þarna til staðar ef að einhver hefur út á eitthvað að klaga þá getur hann farið til samskiptaráðgjafa upp á eitthvað að klaga í íþróttahreyfingunni. Getur farið til samskiptaráðgjafann og samskiptaráðgjafinn á þá að vera hann til þess að beinunum sko hvert hann á að fara með sitt mál og svo framvegis og það var fyrstu lögin, svo bættu í lögunum þessi raun og veru heimild til að raun og veru skoða ákveðin mál. En það þarf þá að vera einstaklingur og einhver ákveðin atvik eða systematísk hefðun sem að þú veist, þannig ef ég myndi saka þig eitthvað ef þetta er nafnlaus ásökun að þá getur þú bara að hugsa ég veit ekki eins og hver þetta er ég get ekki mattsað við raunveruleikan að segja bara já, það verið að tala um þetta hérna atvik, það verið að tala um þetta einstakling og þú veist, bara, þannig að bara að draga nafnlausa ásakarinn í þetta Jóhann er búin að vera formaður í atvinnuprófstofnun 6 ár
og innvinklin mikið af starfinu þegar við vorum í IR. Þú veist, hún gat ekki átta sig á hvaða atvik var verið að tala Það hvernig, þú veist, og náttúrulega annað er að þarna Þeir sendi þetta til dæmis ekki á mig sem formann félagsins, þetta ráðgjafandi álit. En svo náttúrulega ekki hlutaðeigandi. Ég ekki hlutaðeigandi aðili sem mjög sérstakt. En IBR, Íþróttabandalagið Reykjavíkur, KKÍ og ISI voru all hlutaðeigandi aðili og fengu afritaskýrslunni. Og þau lágu náttúrulega skýrslunni. Einhver af þessu 3 aðilum, væntanlega ekki samskiptur ráðgjafi, gerir ég ráð fyrir, hafa lekið síðan skýrslunni í fjölmiðla. Og það náttúrulega líka, það í raun og veru engin niðurstaða í skýrslunni. Það líka það sem svolítið skrítið, sko. Veist, þetta bara svona alltaf blaður, það rosa mikið í skýrslunni í viðtekingarhætti og þetta bara svona látið hljóma sem svona þú lest þetta og þetta bara vondur maður. Þetta bara hljómar bara eins og það sem kallað á ensku hit job. Já, bara character assassination. Þetta var það, sko. Já, þannig að það rosalegt. Þetta bara rosalegt, sko. Og náttúrulega, þú veist, ef þú pælir í því, sko, hvern skadar þetta? Alltaf yrkjandur að þennu, kannski, fyrst og fremst. Nei, líka bara almennt, bara embættið stórskadað, okkar mati, og við teljum að það muni verða niðurstaðan hjá eftirlitsaðilunum. Þá það náttúrulega þeir sem embættið á að vera til staðar fyrir. Þú veist, það engin trúverðuleiki. Það einhverju alvöru slæmur þjálfari og hann fær eitthvað í hendurnar hann segir bara, það ekkert að marketa það bara búið að sýna fram á það því við erum bara basically búin að sýna fram á það þannig að þessi vinnubrögð eru stórskaðleg einhver að hlusta á þetta að hlusta á gagnrýni ykkar og að hlusta á þú sagðir að eitthvað komið inn í ráðuneyti einhver að fara að skoða þessa skýrslu og hennar vinnubrögð og svo framvegis það náttúrulega bara það sem við ætlum að sjá til að verða gert sko, og það yrði rosalegt að það verður ekki gert sko. Það væri mjög alvarlegt mál. Það meina ákæran liggur fyrir inn í ráðuneytinu núna. Þetta ekki beint, þetta svona kvörtun. Og þú veist, og það tekur náttúrulega bara alltaf miklu lengri tíma heldur en. Það líka mjög sérstakt, það engin sko það engin verkferlar, hvernig þau eiga að vinna, skilurðu. Svona skýrslur, þetta allt bara ykkur lausu lofti. Þau eiga til dæmis sem mjög að stendur í lögum og þau að halda sér svona up to date með vísindi og vísindilega þekkingu og miðað við hvernig þau skrifa þetta þá eru þau ekki fær það samt hafa þau beðið auka pening til þess að gera það þannig að þetta algjör sápartur bara algjör peningasóun og svo þetta bara ótrúlega svona mikilvægt embætti sem bara outsourcað í einhverja sálfræðistofu út í bæ eftirlitslausa þar sem að vinnur það ekki lögfræðingur, það ekki lögreglumenn sem hafa reynslu af að rannsaka svona mál, þetta bara fólk sem hefur allt aðra þjálfun og það einhvern veginn sett í þetta hlutverk og bara veldur því ekki Það margt búið hérna En ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma og fara yfir þetta með mér og svona segja frá hvernig þið hafið upplifað þetta allt saman og ég mitt mjög spenntur. Eitt hluti viðbót sem ég glemdi að þú veist við segjum sko að þegar við fengum svo loksins að gera andsvar þá skiluðu eins og 20 blað sína andsvari 6 fylgiskjölum og þau voru búin að skoða það á 20 klukktímum og við höfum talað við fólk sem vinnur í stjórnsýslunni í svona embætti þar sem verið að gefa út einhverja svona ráðleggingar og fólk fær andsvar segja bara að það ekki nokkur leið að við getum lesið 20 blaðsíður á 20 klukktímum og búið til fullbúið álit á þeim tíma. Þannig að álitið var tilbúið áður en þau fengu ansvarið. Já, það var ekki tekið tillit til ansvarsins í álitinu. Nákvæmlega, þetta að svakalegt og verður fróðilegt að sjá hvernig þessu lyktir á endanum. En ég þakka ykkur, Páll Melsteð og Jóhanna Jakobsdóttir, kærlega fyrir komuna. Og við bíðum bara spennt eftir næstu skrefum. Takk fyrir þetta. Takk.